Hlaðvarp FM 95 Blö. Það stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 14. ágúst. Já, þetta fljótt að líða. Ágúst að hálna og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Ég veit ekki hvernig þetta út á landi en það glampandi sól hitt í bænum. Það já, eins og fyrirliðin mun örugglega koma inn á, það sól á Þróttaramerkinu sem getur verið hættulegt fyrir suma menn hérna á klaganum. Og sem eru konum með sin eigin dagskrárlið. En Auðun Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti. Það fullur bátur eins og alltaf, en það ekkert hægt að fara af þessu landi. Og ég ætla að byrja á fyrirliðanum sem fyrr. Egill Einarsson, hvernig ertu? Ég bara aldrei betri. Það gott, hvernig getum við ekki verið konum með leið á þessu lagi? Kickstart My Heart. Þetta bara ekkert eðlilega gott lag. Þetta eitt besta bara svona, hvað, þetta ekki rock, en hvað þetta? Þetta ekki bara rock. Þetta eitt besta rocklag sem gættu við. Þetta sturla lag, ég fyrir ennþá í gírið þegar þetta byrjar. Þetta grínast, ég með gæs og hú á bakið. Já, maður veit að komin tími á FN95 Blöð þegar þetta byrjar. Þannig að þú ert góður. Já, ég man ekki hvernig ég var betri. Því að nú sit ég og horfðu glugganina. Já, ég man ekki. Það sunshine. Ég man ekki eftir að sé svona mikið sunshine á Þróttaramerkinu og akkurat núna. Nei, það líka búið að vera viðbjóður alla vikuna, en þetta er vel þegið, það var eitthvað allt í lagi á miðvikudaginn, en svo bara búið rigning. Þetta búið að vera, síðustu búið að þreytt dagur undanfarið. Já, ég las einhvers það eitt blöytasti ágústmánuður allar tíma og þá ekki verið að tala um í drykkju heldur, bara það búið að rigna svolítið á. Líklega í drykkju líka bara. Nei, engin þjóðutíð eða neitt. Nei, það allir bara á kójufyllir í Já, bara búið að draga fyrir gardinu. Það logar allt í COVID-partíum, ég að segja það. Það var reyndar maður aðeins byrjar að stressa sig á þessu í COVID í fyrribilgjunni í mars, bara hvort maður væri orðin dagdrykkjumaður. Ég hefði bara pínur ákjöf hvort ég geti rifið múr þessu, en sem betur fyrr, náði því. Þú búið að rífa það í gang. Já, nú þetta bara 2 ári viku. En, já, svo helgar Guðfaðir sundlaugana mættur þetta líka og þeir eru búin að heyra í honum Steindi. The Godfather, alltaf þegar fyrir sund þá öskrað The Godfather. Hvernig erst þú? Ég bara fyllandi góður og fróandi fyrir þetta. Gott að heyra. Ég anskotin, ég í geggjöðingir. Já, það einhver púk í okkur. Já, það því að það bara glampandi sól og ennþá sumar. En svo það líka því að við hittust nú daginn á sérlögum vinnufundi. Já, síðasta lögdag. Við erum með 9 dagskrárlið í dag. Já, 9, við erum með 2 nýja. Já, náttúrulega við erum að dusta ríkið einu gömlum, svo erum við 9 dagskrárlið sem með hversu graður í Sóli Hólm. Já, en svo og þú heyrðir í honum í dag. Já, hann svaraði. Og líka, ég ætla bara að þakka hlustundum. Hann var ekkert svo hressast en hann svaraði. Fans, FN Blöð fans. Fyrir viðtökurnar. Ertu að fá rosalega viðtökur á sig? Fyrir viðtökur sem við fengið við dagskólinum hversu graður í Sóli Hólm. Því að ég hafði trú á dagskólinum alltaf. En ég vissi ekki að fara svona með. Ég fyrir út í Krónu, skilur, og fólk stoppaði mig bara, veist, kona í gær, hún var svona 75 ára, sagði, takk fyrir dagskóliðin hversu graður í Sóli Hólm. Já, ég get tekið undir þetta þegar ég var heima núna í gær bara, eins og svona flest önnur kvöld og þá var konan að spyrja, heyrðu, hefur við kannski að keyra eitthvað helgina? Já, því hún vissi þetta er góð helgi. Já, ég veit það ekki, ég að gera það, hún sagði, ég veit ekki, menn hversu graður Sóli Hólm? Já, þannig að fólk byrja að spá í þessu áður að skipulegur helgina. Já, það fólk hætt, fólk skipulegur ekki helgina, fyrir það heyrir hér, greið sólin, milli 4 og 6, hversu graður hann þá veit það bara, helgina fara að vera góð ekki. Hvað langt yfir fáum Einar Mikael símtal frá Sóli Hólm? Þú tókst það símtala sínu tíma. Já, með töframanninn. Já, ég þurfti að taka það símtala. En hvað þú ekki rætt síðan. Nei, hann bað bara að við myndum slaka á. En ekki komið símtala nú þegar? Við skilst það. Já, svona það var sendt eftir. Bara einspurning, hvað neikvægt við að vera graður? Já, þú spurður þessum daginn, ég veit ekki. En þetta eitthvað sem við vilt að ræða bara í útvarpinu? Hversu graður þú sért? Það svo sem ekkert neikvægt við það. Nei, maður samt ekkert að auglýsa það. Einar Mikael var ósáttur því að hann var alltaf lífminn hans að hverfa og eitthvað á okkur Fyrir var það ekki Helgi Rafael? Var Einar Mikael með það trikk? Ég heyrist eitthvað á rugglaðum saman. Það var alltaf lífminn hans að hverfa á okkur Nei, það er Helgi Rafael. Og eðlilega fekk Steindi símtal frá Einar Mikael og sagði, þú talar aftur út af henni og fólkinn drepið sem ég skil. En ég minna, en Sóli er bara, hann er bara komedian og hann er graður, það er glæpur það. Hvað er að því? Já,
Já, Ég hefði engan gríðarlega náhuga á þessu sjálfur ef ég var hreinskilinn, sko. Ég meina, þú veist, værið þú til í að vera graðasti þróttari landsins núna, þekktu sem það, já þegar ég veit að fólk að senda honum persónuleg skilabóð og segja, ég að spá í að að Hann sendi mig screenshot af inboxinu sínu og hann var ekki sáttur. Nei, það voru nokkri sprellar að spyrja bara, herðu, hvernig verður helgjafur svo að keyra hérna? Já, ég spáði að fyrir á fans ekkert vera að hætta því. Sendið á hann Jó, þú getur ekki Nei, það mátt ekki. Fólk máli spurja Sóla hvernig helgi verður. Ég var í forvitin, ég var að fara það svona. Mér finnst þetta fyrir ekki bara að spyrja þig af hverju að spyrja Sóla því. En við fáum að vita þá eftir, hann á sínum stað dagskrárliðurinn hversu graður Sóli og við náðum á hann í síma sem skemmtilegt. Hann var, eins og ég sagði hann var ekkert svo hressast en við náðum að tala við hann. Svo erum við með dagskrárlið sem var á sínum tíma við Sveppi tókum þetta fyrir mörg ár síðan við fórum í þennan dagskrárlið, hann heitir Gamlar smáauglýsingar. Þá förum við inn á tímarit.is og erum að hringja í skjáauglýsingar sem eru 15-20 ára gamlar og spyrja hvort það sé ennþá til sölu. Já, og í dag, við hendum okkur í klif í gær. Já, þetta var á 50 og í morgun af því að hringdum aftur í sama númer. Þetta var svo geggjaður gæi sem svaraði og við vorum að spyrjast fyrir út í gamlan Cherokee. Já. Árgerð 2000, ekki 75.000 kilometrar og hann seldi bílinn 2005 og hann var ekki sáttur við síndalum. Hann var ekki sáttur að fá allavega 2 síndal. Og ég spurði hann nokkur sinnum hvort að bílinn væri farinn. Þið heyrið það hér á eftir. En svo glænýr dagskrárliður. Já, þessi fættist síðasta laugardag. Það var vinnufundur FM 95 Blöð í fyrsta sinn í langan tíma. Já, punk, geggjaður matur, við þakkum fyrir okkur, Kolb. En veistu hvað, ég held við höfum einhver tíman gæti verið einhvern tímann að við tekja hann áður, ég veit það samt ekki það? Ég held ekki, maður rugglar þessu öllu saman en þessi dagskrárliður, hann heitir segðu fólkinu hvað hann heitir. Nei, sko, ég finna þú veist, hann alltaf dagskrárliðurinn með nafn eins og flestir hann heitir I Suck Your Dick. Já, I'll suck your dick. Heitir hann hvað? Hann heitir I Suck Your Dick. Beða fólk að stilla úr á bylgjuna? Nei, hættu að reyna að taka af okkur hlustun. Dagskrárliðurinn heitir I'll Suck Your Dick. Það nóg hlustun á bylgjunni. Hreistum við Gulli Helga og Toggi Turbo eru í 24/7 69 á það hinum einn. Það sem ég að segja að við hringjum á einhverjum staði sem ekki með heimsendingaþjónustu. Já, og byggðum eitthvað sem ómögulegt og laumum þessari línu inn á og til. Akkur segir við, þetta er þinn liður og við erum sekið saman. Það er þín hugmynd og þú ert með hann. Við erum í þess saman. Við erum sekið saman við erum allir saman í það. Svo erum við með spurningakeppni Gilsarans og þetta var eitthvað óþægilegt. Hvað var þetta áttur? Nei, sko þetta er ekki óþægilegt í dag. Ég er ekki bara að heyra koncept. Ég spurði hann inn á Instagram Þetta er King of I'll do anything for sex. Ói bara ok, ég veit þetta er samt eitthvað svo óþjált. Nei, og sko King of I'll do anything for sex. Ákveð þetta ekki bara King of sex. Sko, blöð, þú finna laga fyrir mig og eftir með fram að græðunar munið til lænaði Michael Bolton I'll do anything for sex. Þetta var ekki Michael Bolton vittlýsingurinn. Þetta var Meatloaf. I'll do anything for love. Já, Michael Bolton gerir grínlag og setna með Lonely Island gæjónum en þetta er bara í staðin fyrir ekki bara for love, þetta er for sex constant Jimmy. Yeah, but I won't do that. En hvenær kemur bara momentu það sem við segjum bara, við erum ekki bara til að vera partur af þessu. Það styttist alltaf í einhvern veginn, þetta bara, ég veit ekki. Það tengi allir við þetta á einhverju tímpónti, þú veist, verið til að go above and beyond til að stunda samlíf og það er basically spurningi. Hversu lágt hefur þú lagst, Steindi? En svo er þetta líka þannig Steindi er clearly a favorite. Er það ekki? Já, alveg klárlega. Er ég clearly a favorite? Já, það er eitthvað sem segir mér að þú hefur gert skrýtna hluti til að fá. Þú ert en underdog í dag. Já. Það leiðu þið fram samt. En býta aðeins, Öddi hefur verið miklu lengur einhleipurinn ég. Já, en þú getur alveg gert anything for sex þú sett í sambandi. Já, en málega það, svo erum við náttúrulega með fleiri lið í dag. Já, svo er þetta Fellow Kids. How do you do Fellow Kids? Og það er náttúrulega regnir alltaf þar inn og það er helvítið sterkt í dagstokkar. Og Egil tapaði síðast, en ég
Ég trú honum í dag Það verður bara frekar jöfn Þetta var þetta jæmt, þú tókst að lead síðast Málega, muni, fyrst þegar ég var með How do you do fellow kids, þá fenguðu kannski 1 punkt á mann. Núna eru það að svara öllum. Þannig að þið eru með puttan á púlsinn. Þeir eru búin að girða ykkur svolítið í þessu. Við erum mótnir younger einhvern veginn. Já, þeir eru farin að hanga meira á Insta. Þeir eru farin að skoða meira í kringum ykkur. Mig grunar þeir sem farin að læðast yfir á TikTok. Nei, málega að sko, the younger fans eru farin að senda skilaboð fyrra bara upp þetta frösum. Já, svona til þess að svona educate manna aðeins fyrir hennan lið sko. Það er engin fengið meira severe beating í þessu liði en Gilsarinn sko. Nú er pakkan alltaf saman í hún. En það er vita mála á leikskólanum með það ekki að þú ert að DJ. Jó, það var tók ekki dóttir. Ég lendi því daginn. Já, af því þú sagðir þetta off hér áðan. Hverju lendir þið með dóttirinn daginn? Ég bara lendi því og hún er að byrja í salaskóla og ég var að sækja hana og ég þarf að standa fyrir utan því að fóreldrar með ekki fara inn út á COVID og stendur fyrir utan og barnið er sótt og kemur og hann búin að draga eitthvað nýja vin sinn með að hurðinni sem stóð svona mjög á sem voru að horfa á mig. Pappi, ertu ekki DJ? Hann hefur ekki trú og við hliðina við vorum svona 5 aðri fullorðnir og hvað ætti ég að segja? Bara, segðu hann að segja DJ og sen horfði hún á strákin og hvað ætti ég að segja? En sagður ekki I am a DJ? Nei, ég sagði það ekki, ég sagði Eva, náði í húnina út núna. En þú ert að DJ? Og skamma mig undir bíl. Akkur svarar hann ekki að vera DJ? En þú ert eitt virtasti DJ landsins? Ég veit, þetta var En betur, ef þú ert svona virtu DJ og þú vilt halda þig fram að þú sett virtasti DJ landsins, akkur sagður ekki, bara akkur varst ekki að bera höfuð átt að segja bara já, ég er DJ, við framan hinn að fóreldrana. Ég var að sækja barnið í rigningu fyrir salaskóla og það voru 5 aðri fullorðnar að bíða fyrir utan með mig og hún öskraði pappi með að segja og sér DJ. Herðu, ok, ég hef byrjað síðustu 10 eða 15 þætti á Bubba og ég er alltaf sömu lögum, ég hef mér nýtt í dag. Það er samt Bubbi. Ég heiti Bubbi morgun sko. Já, hann er geggjöður. Hann var að segja mér að drulla mér í hann er alltaf í ræktinu upp í Mosó. Hann var að segja mér að drulla mér í ræktinu. Hann ætlaði persónulega að taka mig í gegn. Eins og aumingi sem þú ert. Já, hann sagði það. Hann sagði nákvæmlega þetta. Varstu þetta? Hann sagði þetta. Við höfum aldrei spilað þetta lag í FM 95 Blue. Það er alveg komið tíma. Það er glampandi sól. Það er einhverjir gýr þó að sé einhverja 2 metra reglur og eitthvað. En hvernig líst ykkur á þetta hérna? Hvaða lag er þetta? Þetta er alveg rock and roll. Hvaða lag er þetta? Þetta er Hiroshima vitleysingur. Já, þetta er geggjalag. Hlaðvarp FM 95 Blue. Nákvæmlega ekkert að þessu lagi. Þetta eru utangarðsmenn Hiroshima í fyrsta sinn í FM 95 Blue og já, það er eiginlega borðin fastur liður hjá okkur. Ég var ekki að kveikja á því hvaða lag þetta var fyrstu 2 sekúndur. Þú ert ekki alveg svo skarpastur sko. Ég er ekki niðurlega. Ég er að segja satt núna. Ég er samt svo grjótharður bubbamaður að ég er eiginlega freka fúll út í sjálfum að hafa ekki fatta. Já, en sturlalag og það er komið að slúðri hér í FM 95 Blue. Ég er með svona Jú, ég er með ágætis pakkand ykkur. Varstu latur í dag? Nei, alls ekki, ég leita. Það er bara einhvern veginn ekkert í gangi núna. Ég get sagt ykkur eitt að Machine Gun Kelly viðbjóðurinn sem byrjar hérna með Megan Fox. Hvað er ógæstur? Já, ok, reyndar jú, I'm not a fan. En sko, ég sagði ykkur hérna í slúðurinn að hún hefði verið í viðtali og sagt að þau væri tvíburasálir. Þannig að þau væri ekki soulmates eða sálufélagar. Sem er mest viðbjóð sem ég. Það verða saman í 5 mánuði viðbútt. Já, þannig að þau voru tvíburasálir sem bara slitnuðu og funduðu hvort annað aftur. Þú veist að ég spáði þessu, þetta var bara að vera stysta samband í Hollywood sko. Já, þú gafst þessu stuttan tíma. Við höfum þetta að sjá hvort það kom á daginn. Þetta er viðbjóður. En nú þetta er það. Myndur þú segja þetta? Myndur þú eitthvað að segja þetta sjálfur? Nei, aldrei. Bara ég og kona við erum sálutvíburar. En sko, þetta kom frá henni. Þetta er mjög ómerkilegt slúður. En ef þið kíkið inn á Instagramin núna hjá Machine Gun Kelly reyndar færi þetta slatta likes hérna. En hann er núna greinilega, þau eru saman í þessu því að hann sett á Instagrami hjá sér waited for eternity to find you again. Svo kemur hnífur, hjarta, hnífur og hvað er hann? Ég veit ekki eins og hvað þetta er þetta eitthvað ringur eða? Hann er vel tæpur og þetta er með Machine Gun það eru 2 miljónir búin að læka. En ég er satt ánægð með að Íslendingar er að hólka sér bak við Brian Austin Green. Já, við erum með tölur það frá því við sögðum öllum að elta Brian Austin Green á Instagram
það jógst 8.000, kannski ekki bara út okkur Nei, en Íslendingar eru að sína Brian Austin Green support sem hann þarf núna sem David í Beverly Hills núna því að þú veist hann í ástarsorkallinn sko við erum ekki að gefa Machine Gun Kelly support því hann pós það sem hann en spái líka hvað þetta leiðilegt hann piece of shit Machine Gun Kelly, hann piece of shit hann sagði hann pós hann pós er hann næsti ópós Brian Austin Green mestari toppmaður, maður sér það bara, þetta er góður en það er líka í þessu, það er eitt og hætti með konunniðni til margar ára, þau voru saman alveg í 10-15 ára eitthvað að þau eru að fylgjast með þessu drastli í fjölmiðlum bara þessu sálu bara að verið sama sálin Brian Austin Green er hann fyrirverandi hennar Ertu eitthvað, hvað varst að hlusta á þetta síðast? Ég er með... Þú ert svo heimskuð. Nei, ég er bara með annað, ég er stundum... Hvað ertu að gera þegar ég er að lesa slúði? Ég var að drekka drikk. Af hverju helstu að við varum að tala Brian Austin Green í síðasta þætti? Ég held að það væri bara... Hann fyrirverandi Megan Fox. Þau er börn saman. Það er rosalegt. Og fyrirverandi hans, hún er going loco. Það er bara þannig. Munið eftir í Transformers þegar Megan Fox var að gera bílinn og lyfti húttun upp og var að gera við bíl þann bíl Já, ég man svona ágætlega eftir því en ég get alveg lofað því hefði verið 14 ára at the time þá myndi ég muna betur eftir því Þetta er eina myndin sem ég hef lappað út á í bíó Transformers Það er Transformers eflust 2 eða eitthvað Ég fer eiginlega á allt í bíó með svo gaman í bíó Ég maður að bíli fór að grenja Það var nákvæmlega Það var bíl sem fór að grenja Þá komu rúðu pissi Var ekki bílinn maður Var ekki Bumblebee? Nei, ég veit ekki Ég hugsaði bara hvaða fucking heila blóð þetta er í gangi og síðan eftir smá stund ég bara hvenær er þessi mynd búin eiginlega Þú veist að ég held að það var ekki hlé Þá kom hlé eftir 1,5 tíma Þetta er 3 tíma mynd sko. Já, og þá fór ég bara í hlið Ég er bara farin Ég hef ekki farið þarna út at gunpoint Það var bíll að grenja Ég elska Transformers Bumblebee leið illa Já, leið illa, einhverjum bíl leið illa og fór að grenja okkur rúðupiss Ég er bara gardi ekki Leið illa og fór að gráta, það glæpur það Steindi er ekki af sensitive og ég og þú Við erum að tala rúðupissið maður Og leið illa, Bumblebee Nei, veistu hvað, ég get ekki 1 tíma minn í þetta Ég get það En munduð ekki, það er náttúrulega erfitt að segja en er ekki agalegt að þurfa að fylgjast með fyrirvændi maka sínum bara í öllum fjölmiðlum að tala hvað þessi miklu ástangari núna heldur að maður að Brian er ekki að follow hann í dag I double checked Er Brian Austin Green ekki að followa Megan Fox? Nei, en hann sér þetta samt örgulega Já, en veistu það er eitthvað vín að segja það Brian, sjátt að segja Kelly drætti settin í dag Nei, þú veist, hann fara að heyra hann er ekki að followa hana og ekki hann En það má ekki horfa fram hjá því Þetta gæti verið stór ástæð fyrir því að hann bara hætti með henni Já, hann sé stór fyrirlega Já, þú veist En ég finnst svona það er kannski erfitt að koma með eitthvað svona ásakanir þetta er ekki ásökun eða eitthvað en það kemur ekkert óvart þegar þau væri bara í neyslu Já, neyslu, svona með við postan 100% 100% ángríns og við erum ekki að tala bara eitthvað strángheðilegt í EIO við erum að tala þunguefnin ángríns við erum að tala sprautunar og bara eitthvað sem þú þarft að fá hjá lækni uppáskrifa í alvörinni þetta eru plástranir þau eru ruggluð og ef þú pælir aðeins í þessu þú ert rosa snöggur alltaf að fara í þetta hvað sem að Justin Bieber þau eru í neyslu og málega það, ef þú pælir aðeins í þessu ef við segjum að þið myndu lendi í þessu þið myndu lendi í break-upinu og þú myndu sjá fyrirverandi þína vera að segja þetta það er sem ég segja, mér finnst þetta svo óþægilegt veistu hvað, þetta myndi hjálpa manni að komast yfir þennan pakka maður væri bara, heyrðu, já ok, ég er laus dodge that bullet, það er það ekki það lítur að vera, þau eru í sprautunum það er ekki blástrónum já, öllu þessu en svo eru komin önnur nýpör sem að kunna að haga sér eins og til dæmis Bradley Cooper og Jennifer Garner eru byrjað að Já, ég sá það á stöndum og það er ég held með þessu sambandi Jennifer Garner er náttúrulega fyrirvandans Ben Affleck Bradley Cooper er toppná Já, ég held að þessu bæði geggjur Hvernig er þetta sambal svona áhrif á sambandi á Ben Affleck og Bradley Cooper Ég held að það sé allt í lagi Ben Affleck er sjálfur komið nýja og þau er ekkert eitthvað að posta myndum að segja hvað sé hann mikið það er bara þau eru paparazzuð á strönd eins og ég og þú á beðinni voruð ekki með mís vorum á segways
Ég var nógu lítið í mér fyrir að vera þarna paparazzaðir fertugur á Benidorm sko, svo það verður ekki að koma að defa það við erum að skemmta okkur hann Já, þetta er bara Íslendingar voru svolítið paparazzaðir Ég manna, ég var að segja það, ég manna Ég hef lent í þessu líka, það var eins og blaðamaður frá séð og hirt sem ringdi í mig og sagði, ert þú stattur á Gíbraltar? Gíbraltar, það er það er fyrir þetta Spán Og varstu það? Já, við vorum að senda myndar að ég tek út nýs þarna og eitthvað, við ætlum ekkert að byrta þetta Ég held að Egill hafi sagt þér mér svona 20 sinnum eftir þetta kom inn á df.is Hey, blöð, við erum couple of young bloods having fun Nei, við erum ekki couple of young bloods, við erum 30 ára Couple of opos En málið, við vorum bara stöndinni á segvi hjólum paparazzaðir En sem betur við náður ekki myndir af því að svona kortir sérna ældi þú Manst þetta því? Þetta var erfiðu dagur Þetta voru þið þunnir á segvi bara sem eins og í Mallcop voru það segvi Við vorum ekki svo í Mallcop Nei, þú veist, af hverju voru þið á segvi? Þetta er nákvæmlega eins græja Já, við leiðum bara segvis til að reyna aðeins að hressu upp á okkur Það var búið að vera að tekja þetta Sko, málega rallir í sko Þið myndu ekki ná mér þunnum á segvi eitt gun Nei, þú ert eins og Mike og fleiri Þú vilt bara vera upp á herbyggju og liggja í fósturstellingur Við vorum aðeins að reyna að komast út Ég myndi þá kannski fara bara á strönd og aðeins í sjóin og vera í sólbað Ég myndi ekki fara á segvi Sko í þessu ástandi sem ég var í þarna allir aðrir íslendingar eru upp í rúmi að sjúa sér þumalinn I went on a segway það sem ég gerði og ég var paparazzaður kortir í setna voruð þið með hjálminn og allt þetta Við pældi við paparazzaður aðeins setna þegar því ældu ströndina það hefur verið verra Nei, það er bara, veistu hvað, Egill, ég lofa því það hefur verið skárra Loka mólinin hérna í slúðrunu Þú varst að fá þér aðeins bara og varst að hafa í frí Þú varst ekki að segway eitthvað stað með félaginum báði fertuir Þetta er eitthvað svolítið skrítið Vissu þið að Miley Cyrus ætti kærasta? Þegar nú eru það hætt saman Þetta gerir svo rætt Það er incredible rate sko Hún var sem sagt Var byrjuð ekki að spila í hinuleginu bara í gæri? Já, hún var byrjuð með Cody Simpson og þau eru hætt saman eins ómerkilegt slúður og það er Ég vissi ekki eins og þau væru saman Hún er með álfur rotation service Já, ég er ekki mikið að festa sig á eitt gæja Ég er tím Miley samt En ég veit ekki hver Cody Simpson er Nei, ekki heldur, ég gef þér það Oftast ertu með allt niður en ég veit ekki eins og hver þetta er Þetta sé ekki eitthvað TikTokar eða eitthvað Já, en mér finnst það svo, hún Miley Ég man ekki eftir, hvenær kom hún síðast bara með a hit song? Hún er að vinna í núna Já, er það ekki bara Wrecking Ball síðast? Hún er byrjuð að plugga Wrecking Ball, það var bara 2013 Það er heldur langt síðan I don't know sko She needs a hit Ég man eftir að við gerum grína þessi skaupinu ykkur tíman en það var annarkvort 2013 og 2015 hún er bara allavega, hún er ekki búin að koma með lag í bara mjög langa tíma og hún er greinilega eitthvað að snáðast þetta með mismunandi fólki bara einu svona viku sko veistu hvað? Ég ætla ekki að vera með eitthvað sleggjudóma en ég skynja neyslu þetta fylgir neyslu Slúðurbakki dagsins hér eftir smástund Splunkunýr dagskrálöður sem heitir það skilur ekki hvað hann heitir en það steytist í nýjan dagskrálöðin Hlaðvar FM 95 Blö Rosalegt þjóðatíðlag hér á ferð Takk fyrir mig, það er Kingo Viðuguð Þetta er eitt besta þjóðatíðlag sem samið hefur verið og það er ekki fokkin þjóðatíð Já, það hefði eitthvað verið sungið í dalnum En það verður, eins og við vorum að tala um núna í stúdíónu meðan lagið verið í gangi það verður bara tvöföld stemning á næsta ári Já, kemur ekkert óvart að verður bara uppselt á næsta ári Sveimið það Er hægt að vera uppselt á þjóðatíð? Já Er það? Já Hvað ætli þjóðatíð taki marga? Áður en loka bara 20.000 manns Já, örglega Já En næsta þjóðatíð verður rosaleg Það er staðfest Það er bara 100% Reyndar ári í hana en þetta er fljótalega Það er hins vegar komið að dagskrálið núna sem að oftast fyrir við í kortmyndri frekar ætlum aðeins að bíða með það ætlum að fara í dagskrálið sem að við ákvaðum að dusta ríkið hans af eftir mörg ár Við Sveppi gerðum þetta fyrir mörgum ára síðan þá hringdu við í gamlar fórum inn á tímarit.is fundum gamla skjálýsingar þar sem að vera auglýst eitthvað til sölu og vorum að spyrja hvort það var ennþá til sölu og við fundum núna Steindi, þú fannst fréttablað frá 2005 og það var verið að auglýsa hvað, svona Cherokee jeppa það var hérna smá auglýsing að opna og það var að tróðfyllta bílum og ég eiginlega bara get ekki beðið eftir að fá að hlusta á þetta Mér fannst símtalið þitt svo fint Já, við hringtum bæði í dag og í gær, mitt símtal var í gær svo reynda að svara hann, við útskjörum þetta eftir fyrir símtalið En þetta hringigæja sem auglýsti bíl til sölu 2005 hvort að bílinn sé á lausu í dag Já, við þurftum ekki að hringja mörg símtala því þetta var fyrsta símtal sem hringtum og gæja var vel pirraður sko. Hann kannski ekki pirra, hann er samt hann er svo lengi, hættu bara að tala um þetta við skulum bara heyra símtalið, hérna er ég að hringja í mann sem að auglisti bíl til sölu árið 2005 Tekum ár
Halló. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég að hringja út af Cherokee-unum. Grand Cherokee. Nei, ég vildi ekki svoleiðis bíl, þannig á ég ekki. Nú, Ég átti hann fyrir mörgum árum, sko. ekki 70.000 fallegu bíl með öllu. Og hvaða símanúmer er það, vinnur? Númerið sem ég hringdi þetta í. Nei, það er 10 ár síðan ég átti Cherokee, sko. Já, ertu búin að selja hann? Nei, það er 10 ár síðan, sko. Já, þannig hann er farinn. Það er löngu síðan, sko. Já, þú meinar. Hvað fór hann á? Maður það ekki á klögt. Nei. Hvað er hann á felgum minna hér? Hvað er þetta bara koppar eða? Ég man það ekki skal segja þetta svo langt síðan. Já, þú ert löngu búin að selja hann? 10 ár síðan. Já, 10 ár síðan. Já, ok. Já, ég sé það núna, þetta er svona gamalt blað. Já, það ekki. Já, þetta er 2005 hérna. Já, það passar. Já, helvítið þetta gamalt. Já. Fór hann strax hjá þér eða? Skot. Eins og skot. Já, fyrsta maður, fyrsti sem kom. Já, það er bara þannig. Þetta er þannig bíl, maður sér það. Já, flottur. Já, svona fer strax maður. Þeir leður ég öllu saman. Helvítið hann lallu. Hvaða litur er þetta hérna? Er þetta svona beige brúnt eða hvað er þetta? Já, svona gullitaður. Já, skemmtilegur. Já, mjög, sko. Ég er minni fólkslitur alltaf. Já, þannig að þú ert búin að selja hann. Já. Þannig að það er ekki að reyna að brúta eða eitthvað. Ég er bara að selja, lengur síðan. Já, þú átt hann ekki. Nei. Í miður. Já, ég get látið að hafa vel fyrir hann, sko. Já, ég veit það, ég á hann í. Hvað myndir þú vilja fyrir hann eða eftir hann? Ég veit það, ég veit ekki speklu í því, sko. Já, ég koma kannski og kíkja á hann hefur eða? Ég er ekki með bílinn minnur. Ertu búin að selja hann? Já, lengur síðan ég var að segja þetta. Já, þetta er svona gömul auglýsing. Já. Er leður á sætunum eða hvernig er staðan hann inn í honum? Ég maður það ekki, ég var leður, jú, mjög gott. Já. En ég má ekki koma að skoða hann hefur? Ég er ekki með bílinn, ég búin að selja en segja þetta. Selja bílinn sem við erum að tala um? Þannig að bíl, lengur síðan, 10 ár síðan, þetta er gammalt blað sem var með. Já, ég er að fatta það núna. 2005. Já. Það hefur verið gaman að koma að sjá hann hefur? Já, því miður, það var ekki til. Hann fóð bara strax. Já. Er hann gullitaður hérna hefur eða? Já, djúðlega flott. Já. Leður í sætum og rafmagn eða? Já, allt saman. Já, má ég kíkja á því setnipartinu eða? Ég er ekki með bílinn minn, hvað svo salum? Það er ekki hvað ég segi. Bílinn, átt ekki bílinn? Nei, ég er búin að selja hann fyrir löngu síðan. Þannig ég get ekki kíkt á þig? Nei. Kíkir ekki það sem ekki til. Já, ég skilji. Ákveðinu takka þér fyrir. Er rafmagn í sætum eða? Ertu ekki í lagi með þig? Ég á ekki bílinn lengur, skilur það ekki? Cherokee-in? Já. Já, ok, þá skilji ég. Já. Það er vissinni. Já, fínt. Takk fyrir að hengja. Það er bara, já, takk fyrir mig. Bæ. Sko, þú þarfst að hengja á morgun. Það er ok, sko, lemma þetta sýndur að tekið upp á 50. Steindir hringdi í morgun í sama númer en við lentum í smá vissinni því að við vorum að vonast til að hann myndi svara aftur. Já, sko mála, draumurinn hefði hann svarað aftur. Já, en konan hann svaraði. Hún var satt ekkert mikið síðri. Já, orðuðan þannig að hún er ekki með jafn mikla þolinmæði og maðurinn sinn. Við þurfum bara að hringja þetta fólk aftur í næstu. Já, ég held að þau svari ekki. Þetta er orðið svona ekki svara í símaskunni en tjekkum þeirra Steindir reynda að kaupa sama Cherokee aftur. Tjekkum að Halló. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hver er það með leiði? Við hvernig ætlaðu þér að tala? Ég er nú bara að hringja hérna út af Grand Cherokee sem ég sá. Það er ekki til hér í þessu númeri. Nú, ertu ekki að selja Grand Cherokee? Nei. Nú, en byrju það auglýst hérna í blaðinu Grand Cherokee árgerð 2000, ekki 70.000 kilometra, falluðu bíl með öllu. Þú hlýtur að vera með 10-20 ára gammalt blað. Bittu nú við. Nú, maður sjá. Heyrðu, já. Já. Þetta er blað frá 2005 sem ég er að skoða. Já, það væri gott að lesa aðeins nýrri blöð. Já. Heyrðu, afsakið þetta. Takk fyrir. Og hvað segir, er hann farin hjá þér?
Halló. Það var bara skerpa strax að við náðum aldrei að ræða hana því miður. En við verðum að reyna að hringja aftur af því að mér heyrist þetta að vera fólk sem ekkit kannski endilega að hlusta á FM 9 blöð. Nei, við munum reyna allavega einu sinni. Ég lesa nýri blöð, sá hann. Já, lestu nýri blöð. Herðu, við höldum áfram íslenskt. Þetta er nú verið að spila áður hjá okkur. Þetta er kannski ekki partí en þetta kemur öllum í góðan fíling. Hlaðvarp FM 95 blöð. Það er ég, Frelsið Það er ný dönsk með Frelsið. En þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það er komið að dagskrárlið sem að heitir Kortmundur í frekar. Svo er það bara þinn virti dagskrárlið, hversu graður er Sóli Hólm? Hann er bara næstu svona. Vá, hvað er spenntur. Og líka málið er að ekki bara við erum ekki bara spenntir. Nei, meina. Heldur, það hvað er að gerast þetta? Sorry. Fólk er að fara að ferðast. Já, það er þjóðin. Það er svo margir, ímyndið ykkur, það er svo margir sem eru lagðir af stað núna og eru að leiði í óvissu. Er þetta að fara að vera góð helgi eða ekki? En þetta hefur samt ekkert með veður að gera. Þetta er bara hvort að helgin verið góð. Já, en þú veist, veðrið spila stór, við búum í Íslandi, veðrið er svo stór partur af þessu. Sérstaklega að fólk er að fara út á land, þá veðrið bara key. Þannig að fyrir alla sem að keyra út á land núna, bara með hjartað í buxunum, yfir hvernig sóli er, það er einin innkomi í þetta. Og það fáum við að heyra. Þetta er ekki annars slökum að þess á, þetta er að koma. Við fáum að vita hvernig helgin verður hér eftir smá stund, en fyrst ætlum við að fara í Kortmundur í frekar og er þið tilbúin, drengir? Já, þú með þau í dag. Já, þetta er svona allt í lagi. Jú, ok. Við erum nú rætt lítið aðgerið hér í þessum þætti, oftast í slúðri. Við erum fylgjandi þeim. Já, það er það, jú. Já, við höldum með þeim. Sjálfsögum. En nú spyr ég ykkur, drengir, hvort mynduð þið frekar láta blása vel í varirnar á ykkur eða setja sílikon í raskinnarnar á ykkur? Þetta er miklu erfara við Gilsarán, sko. Nú. Ég er með 112 cm nepa í raskat. Það er ekki að gera neitt fyrir mig. Ef ég set sílikon í það, þá er það svo önd. Ef ég lapp bæinn eins og önd, það gerir ekkert fyrir mig, sko. Þannig byrjuð rassinn á þeim má ekki stakka. Mér hvað sagði þú? 112 cm, hvað sagði? Ég er mælan, ég tek ummálan reglulega. Hvað, deadlift raskat? Ég er með 112 cm raskat. En hvað heldur að steindi sig með ef þú ert með 112? En hann sé pure fat. Það er allt annað að vera með vöðvarass eða þú veit gamer rass. Veit þið hvað, ég er nefnilega bara með fína rass, sko. Ég verð ekki að segja að það er ekki fína rask. Ég er alltaf, sko. Erstu heppið með afturenda? Ég er heppið með afturenda. Okay. Ég er með fínan afturenda. Ég er náttúrulega alltaf sagt ykkur, ég er 8,6 á frábærum degi. Það hefur ekkert með afturendan að það er ekki. Já, sjálfsög. Ég held að bara engin stelpa hafi tjekkað á afturendan. Á ég að segja reitt, veistu hvað stelpur tjekka á? Má ég sjá snúðuna þessu? Býtu. Má ég sjá það eins? Jú, ég er í fínu buxum fyrir. Já, lyftu bólum aðeins, má ég sjá það. Gertu niður þau? Ég er að taka með headphone hérna. Þetta er þetta átsraskat að það, sko. En það er sko málið, það vantar þetta er fítboss eða það vantar hann að kúlunar. Ég var í fótboltastrákaðar þar til ég var 17 ára gamall. Ég er með góðan fótboltarass, ég er með kúlurass og málið er það, ég hef alltaf sagt það, ég er 8,6 á frábærum degi og stelpur að eiginsögn. Já, nei, það er engin annar sagt það. Ég veit fullt af fólki sem tekið undir og málið er það að stelpur horfa, sko, þetta er það fyrsta sem stelpur horfa á. Ja, nei, það er raskataður. Nei, það eru skotnir heldur. Augu held ég og svo rassar. Samkvæmt Sturlunum starfandi. Ég held að stendi sem þetta er rétt, það horfa fyrst á raskatið, sko. Já, það er rass og augu. Þetta er alltaf mikið, svarið bara, hvort ekki fyrir ekkert í varirnar eða hitt. Er að ég hef aldrei séð konu líta betur út eftir hún blési varirnar á sig. Ég hef aldrei séð, hörðu, hún er hérna miklu huggulöta eftir hún blési varirnar og það sem er verra er þegar að kallmaður blési varirnar á sér. Það er strax, sko, það er 1000 verra, sko. Ræðilegt. Þannig að en blöður að byggja mig að velja annarkvort það að blási varirnar eða sílikonni raskinnur og ég er með 112 cm raskat, sko. Nú tekur varirnar. Er það að tala um á sért með stórt raskat eða lítir? Já, það er stærri kantinu, sko. Stærri kantinu? Já, með að við þyngd. En þú ert nú stór gaur. Já, en ég vel því miður sílikonni raskinnur að ég get ekki blási varirnar. Það er ekkert verra í heiminum en að blási varirnar á sér. Ég er alveg sammálað, það er ekkert verra. Það er sílikon frekar. Og málega það að hérna stundum ymmit, þú veist, sérstaklega kannski svona eins og svona Instagram lið og nú er ég að tala um kannski, þú veist, bara svona íslensk svona áhrifavaldar, íslenskir áhrifavaldar eru margir hverjir að blási varirnar á sér og maður er oft svona að hugsa bara svona alltaf þegar, ég er sammálaglega, alltaf þegar ég sé þetta þá erum alltaf bara svona, ægi en kannski er þetta dæmi sem við vitum ekki að það hefnaðist vel, fattar þú?
Já, en ég meina, þú veist Þá bara tekur maður ekki eftir En af hverju væru til að vera með svona bólnar varir? Ég skil ekki pælinguna. Þetta eitthvað, ég held að Angelina Jolie hafi bara komið þess að stað. Þetta slæmhugmynd, þú lítur alltaf verður út eftir þetta. Ég held að líka, ég ætla að taka rassinn líka, eins og ég segi Ég var reynd til að sjá því stendi og setur hans í varnar. Ég myndi borga fyrir að sjá þig eins og önd með varnar? Já, en málið er að Ég held að færi þig vel. Svona ég er orðaði núna og þú ert með svo litla varir. Já, það er tiny nefnilega. Er það? Það myndir líka jafla betur. Næsta spurning, hvort myndið alltaf labba aftur og bak það sem eftir er eða eignast fjórbura? Byrju, hvað segirðu? Hvort myndið fyrir ekki að labba aftur og bak það sem eftir er eða eignast fjórbura á næsta ári? Myndið vil eignast fjórbura á næsta ári. Labba aftur og bak, það er ekki hægt sko. Hvernig að labba aftur og bak? Nú, bara með því að labba aftur og bak. Já, það er svo astnalegt að labba alltaf aftur og bak. Eins og Michael Jackson, svo barnið ykkur. Veitu hvað, hann labbaði ekkert aftur og bak, hann tók moonwalk þegar hann var að dansa. Þetta er lélegasta sem við komum með sko. Típist að Andli Jackson það var aldrei sannað, nei, hitt verið Þannig að þið myndir báða frekar labba aftur og bak. Já, sko Þú ert nú að tala það er vesen að eignast 1 barn og eiga 2, þannig að það ættu þið 6. Já, ég meina eignast fjórbura. Þú veist, þú getur ímyndaði vesenni. Ég get ekki ímyndað mér það. Nei, af því að núna erum við höfum allir átt nýfætt barn, fattar við eigum allir barn. Og að vera með, ímyndar að vera, þú þurftir að vera með 2 og kona er með 2 og þau eru öll brjálu. Og það er bara aðstof og það er bara ráðu eitthvað í vinnu. Þetta er bara það í staðan. Já, ég meina fjórbura, þetta er eflaust ekki það algengt, en ég veit að það eru fullt af fjórburum á Íslandi. Þannig þið takki báðið fyrir ekki að labba aftur á bak? Nei, sko alls ekki, taka fjórburuna. Já, þið takki fjórburuna. Já, ég labba aftur á blöð. Já, getum ekki að labba aftur á bak. Hvað er bara á brettun í sporthúsinu og labba aftur á bak? En þetta er hvað, ef maður pælir því þú veist, ekki gera lítið úr fólkinu sem er búið að vera alveg fjórbura sem er nörgulega alveg fucking hella dæmi. Þú eldist örgulega svona 30 ár að bara fyrstu 5 árin hjá fjórburunum. En að vera með, ég sé samt ekki, þú veist, er mikill munur að vera með 1 brjálað barn í fanginu eða 2? Já, þessi slatta munur um það sko. Er það? Er þetta ekki bara, þú bara með brjálað börn? 2 brjáluð, þú veist, kolvillis. Og kona mjög hinn. Það lesi yfir þér. Svo er það síðasta spurningin. Hvort myndið þið frekar hætta að drekka áfengi eða þurfa alltaf að drekka á skála á þess að nota hendurna, svona eins og köttur eða hundur? Hætta að drekka Hvort myndir frekar bara hætta að drekka áfengi, sem ég íhugaði nú bara eftir að síðasta partí sem við félagið fórum í sko. Dagst ekki blackout? Jó, ég fór í það. Steindir hringdi mig alla vikuna bara, var ég að segja eitthvað skrítið eða eitthvað? Hann myndi ekki þetta er ósláð á skrítið, strákar. Við mættum á Punk klukkan 3 í pre-drink. Já og shit escalated. Nei, þetta tengist ég ekki, Egill. Þú ert að tala við, sko, ég er hókin að reynsla dagdrykkju. Þú ert einhvað að ryðga, sko. Nei, er það að ryðga? Þú manst ekki næst síðustu 2 tímana. Hefur verið með mér. Búin að spyrja mig svona 10 sinni, hvað gerðist? Þú veist að við erum alltaf 1-2 mennir vakandi í þessum ferðum okkar. Ég get lofaði því að það sem gerðist þarna var það að ég lendi í þessu sjaldan að því að, þegar menn fá sér og menn fara og þú ert að hitta einhvern og ég gerði hitti íli gær og ég maður eitthvað hvað tölum við vorum bara eitthvað að kjafta og fórum þangað. Þarna, eftir þetta partí þá er tómur, ég bara man ekki neitt og ástæðan fyrir því er að það var landabolla í partíinu. Á fertugsamali, fámennt og það var virt 2 metra reglan og þú voru grímur. Hvað fokkin fertugsamali er með landabólu? Blackout curse. Þetta er digital curse. Það er gamli skóli. Ég get talið á annari hendi hvenær ég fari í svona total bara darkness. Ég er bara svona vakna. Ég myndi ekki eftir hvernig ég kom heim. En okkur setur þetta á bollum, þú veist ekki eins og hvort þetta hefur verið vodka eða landi og þú varst mjög reglulega í jagernum bara svo veitir það, eins og Kristján Nágranni sko. Alltaf þegar ég kom fram þá varst að staupaði með jager. Jagerinn hefur aldrei Gæti hann ekki að fara bara svolítið í því? Jagerinn hefur aldrei Stæðan að kenna bollunum ekki? Jagerinn hefur aldrei gert mér eitt slæmt, aldrei. Og ég hef verið grimmur í jagernum. Og svo ert að sofa lítið líka núna og svona. Já, sjálfsögðu. Ég hefði átt að ljúga ykkur upp á þennan. Já, sko, þú þarft þess ekki. Ég hef gert með algjöru fíbli. En málega það, að það sem ég er að segja er það að þau myndir frekar hætta að drekka heldur en að drekka alltaf á skál bara eins og köttur. Sko, ég meina að tala um að það er þá helli í glas og Nei, þú ert bara með þetta í skál allt og þetta. Það er hræðilegt. Sko, málega það, ég er náttúrulega Man myndi taka það á sig kannski einhver einu utanlandsferð. Sko, málega það, ég er að big gamer eins og þjóðan veit. Og það er ekki hægt að borða mikið með að spila út með festiringuna, þú vilt ekki á sig klístur og svo leiðis. Mér finnst ostapopp heldur gott. Það sem ég geri er að ég er alltaf með mönsi mitt í skál og ég er basically bara lifti svo undir skálina
Og bara andlit onni? Og tungan sko. Þannig að ég basically borðaði bara eins og froskur. Þannig að þú basically að segja, þú veist, ég geri það öll kvöld. Þannig að þú basically að segja, við værum til að drekka drikkin og skál. Já. Það ekkert mál. Mútu frekar taka það en að hætta að drekka? Já, alltaf. Sama þú Egill? Geta eðlilega gaman að fá sér glas. Ef ég get ekki tilt mér á bar á tenni og lift upp rauðvinsglas sem er stekinni, þá hætti ég bara. Þú varst að setja í skál og drekka með tún. I'll quit. Hver er munurinn að lepja þetta úr skála? Að halla mig niður og lepja rauðvinni úr skál. Það er ekki lagi með þig. Það ég segja það, þetta er ekki vesen. Þetta er víst vesen. Nei, þú liftir skálinu upp að andlitinu. Má ég lifta skálinu upp? Nei, ég sagði að mátt ekki nota hendur. Mátt ekki nota hendur? Þú varst að tegja þig niður með hausinn. Já, en þú getur haft hann á borði. Já, það getur þú. Þarft nú ekki að beygja þig mikið. Þú þarft ekki að fara nú á fjóra. Þetta er ekkert mál eins og Steindi segir. Við skuldum auglýsingar, svo er það hversu graður í Sóli Hólm. Við fáum að vita eftir smástund hversu góð helgi er framundan. Já, rauðvín heim. Hlaðvarp FM 95 Blö. Landið með þetta lag, Dead and Gone. Ríkilega gott það. T.I. og Justin Timberlake. Hvað var þeim Justin Timberlake? Já, lítið komið frá hann upp á síkastæðan. Þetta er góðu punktur. Hann er mjög fýll leikari. Já, hann er búin að vera að leika eins. Hérna, við fengum ábendingu frá aðdáðanda. Já, Miley Cyrus var að gefa út lag í dag. Já, í dag. Aðdáðandur okkar er með puttan á púlsinum. Við erum að skýta á okkur. Já, nei, samt ekki. Við vorum bara að spyrja heiðlega spurningu. Hvað varðum hana? Hún gaf út lag í dag. Já. Það er rosalegt. Við þurfum eiginlega bara að hlusta á það og ég vil spila þeim þetta. Já, spilum við þetta. Já. En það er hins vegar komið að dagskvöldið sem að, margir á að beðið eftir eða svona, margir vilja örugglega vita bara hvernig verður helgin eiginlega þegar ekki. Jú, bara, veist, þetta er rauninni Ísland er að bíða núna bara með, sko, þið finnið spennun einhvern veginn og heimilum landsins núna. En heldur að sé rosalega margir að panika. En heldur að sé margir sem eru búin að setja alltaf hold til núna klukkan 5 á föstudegi því að þá vita þær hvort það verður góð helgi. En veistu hvað er mikið undir? Þessu er líka bara veitingúseigendur bara út um all land. Þú veist, hvað kemur inn í kassan þegar það er góð helgi eða slæmhelgi? Bara, það getur munað kannski 300-400%. Þannig að allir veitingareigendur landsins er að vonast til að sóli sig græður. Ég sé fyrir, menn er á hnjánum núna með spenntar greipar að horfa útvarpið að býja þetta dagskólinum hversu gráður í Sóli Hólm. En hvernig er það hérna í síðustu viku? Var það góð helgi? Já, var ekki þrjúsu helgi allavega hjá okkur. Það var flott helgi. Og núna ertu með bláan himinn, sunshine, ég er að horfa út á Þróttarmerki og ég er að horfa hérna, ég er með Ocean View-ina. Geggjaðið. Þú elskar Ocean View? Ég elskar út á lífinu. En ég er að horfa núna á Þróttarmerkið og það er ekki skuggi á því. Það er bongóti. Það er glampandi sól. Ég er orðin helviti spennt. Meira þess að tríin hreyfast eða ekki. Það er bara gott veður. Það er svo rosalega mikið af fólki sem er að keyra núna úr bænum. Ég veit það, og vill fá að vita hvort það helgin er góð eða ekki. Hvernig helgin er. Og ef við ekki bara give it to them. Náðu þið í hann eða? Já, en verður við ekki að spila trailerinn fyrst? Er það ekki möst? Já, þannig virkar þetta. Já, ég minna, þetta er glæni trailer. Og fáum trailerinn fyrst og við náðum á Sóla fyrir í dag. Við skulum, byrja á trailer. Icelanders gonna have a good weekend or a bad one. That is all down to just one man. One extremely horny man. Ræðileg helgi framöndan. Ég ætlaði að keyra hringinn. Ég ætlaði að jamma. Ertu að grínast? Er kóngurinn á línunni? Já. Hvernig ertu? Bara góður. Er það ekki? Feskur og léttur í dag? Jú, ég er það. Er það ekki? En vertu velkomin í nýja dagskrárliðið minn. Er Sóli Hólm góður í dag? Ég er ekki að taka þátt í þessum dagskrárlið. Sko, heyrðu þau trailerinn minn í síðustu viku? Já. Hvernig fannst þér? Það er bara ókýrsluður. Sko, en fólk er samt farið að tala um þetta strax á stundum tíma sem þetta sé bara virtasti dagskrárliðurinn í F95 Blöð. Það er ekki virtast. Sem er a great honor fyrir þig, Sóli. Aha. A great honor. En málið er, sko, hvernig ertu núna? Hvað meinar þú? Hvernig er ég?
Sko, Ég bara fínt, það sól og það bara stemming, skilur ég bara mjög góður. Já, þú ert mjög góður. Erum við að tala eitthvað staðar á bilinu kannski, ég veit ekki, 7-5 til 8-5? Það segju Fáðu tölu, Sóli. Haldið kæfti, ég get ekki það. Sko, ég er bara að segja, Sóli, segja það rétt. Ég hef aldrei séð svona miklu sól á þróttaramerkinu akkurat núna. Já, ok. Ég er ekki þáttakandi í þessu dæmi. Haldið bara áfram, ég er ekki með. Nei, en hann er bara að spyrja hversu góður þú ert. Sóli, málið sko, maður segja reitt. Bara 1 ára, ég vil ekki missa það strax, segja reitt. Þú veist, ég er ekki að kalla þig Spólmundur Hólm, eins og margir eru að kalla þig. Ég er ekki að því. Og því ég elska þetta lífinu, ég er ekki að kalla þig Spólmundur Hólm. Það eru grínar á Twitter sem kallaði Spólmundur Hólm út á 8 spólgraður. Ég segi, sko, my philosophy er, ég er búin að fá að byrja með hann dagskólið eftir ég fór hringið um ástæðana back in the day. Það var þegar að sólin var á þróttarmerkinu og það er sól á því í dag. Ok. Hvað? Fáum við tölur svona í lokin. Segjum bara, er ég heitur eða kaldur? 6-5. Segðu, ég heyri ykkur. Hann er búin að skella. Það verður helviti var hann. Ég hef aldrei eitt sóla. Var hann reiður eða? Nei, hann hló nú að þér. Hann bara nennir sem ég skil hann svo vel. Ég heyrði því honum daginn. Já, hann er ekkert brjálaður. En hann orðaði þetta alveg nokkuð fallega þegar hann sagði bara, herru, hvað heldur ég nenni að vera að spyrja mig hversu graður ég er á hverjum föstudegi. Mér finnst þetta hálf ógeðslegt og ég er eiginlega sammálaði. En hvað gerir þú núna? Hann svarar ekki, þú veist, tölu eða neitt. Þú veist, þú þarf að fara að búa til töluna. Nei, alls ekki. Sko, hann sagði þetta áður að vera mjög góður sem þýðir að hann sé mjög graður og eðlilega sunshine. En hörðu, ég var að fá SMS frá Sólahólm og ég er að fá þetta staðfest hérna. Hann er 8,6 í dag. Þetta er ok. Hversu góð helgi er framöndan hjá Íslandi? 8,6. Hvernig orðaði hann þetta? Það var að senda, sorry, ég skellti á Gilsari, 8,6. Ok. Á veitum við það. Álfur helgi framöndan til hamingju Ísland. Öndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hárið það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færi ykkur FM 95 Blö á þessum föstudegi og já, þó að sé 2 metra regluna þá í gangi að þá er hægt að fara í Keilu og svo er að sjálfsögðu eins og við höfum oft rætt í þessum þætti bestu pítsu landsins á Shaken Pizza og mæli ég sjálfu með Antonio Banderas pizzunni. Hún er geggjuð. Já, ég er svolítið þar. Já, ég líka. Hún er ríkilega góð. En það er hins vegar komið að dagskólið sem er tiltöluðan í náliðin líka. Við erum svona að reyna að, svona tap inn nýjum dagskóliðum með það. Þessi, hann er nú samt orðin 3 mánaða. Já, þetta er How Do You Do, Fellow Kids. Já. Og, sko, ég held ég vinni núna. Nei, það, þú ert alltaf mjög svartinn. Nei, bara út af því að sóli er 8,6. Já, góð helgi framöndan. Geggju helgi framöndan. Já, það er rosa jákvætt. Hvað kallaði hann í símtalinu? Spólmundur Hólm. Það gengur ekki sko. Ég veist það búið að hann vera spólunni graður sko. Ég bjóð ekki til. Ég held að allir fatta það sko. Við föttum það alveg. Ég kalla hann ekki Spólmund Hólm. Nei, en þú ert pínu að því núna. Fólk kallar hann Málið nú er sko Spólmundur 8,6 og búið að bjóða meira á grill klukkan 6 í dag sem er eftir 50 mínútur hjá besta fastansar landsins Norra Birni Sturlusin og ég er mjög spenntur og ég held að vera frábær helgi framöndan. Þess vegna heldur þú að þú vinnir það er momentum með mér og reyndir að fara heima að skipta kúkablegum og spila töluleik. Já, það er bara hárið. Þetta er miklu betri helgi á Gilsárun. En pælið í því strákar að því að þetta eru bara hlustendur sem senda þetta inn og þetta er allt saman alvöru frasar í alvöru vinahópum og margir þessu ég reyna að velja frasar sem eru notaðir í ég er yfirleitt pikka í inn ef einhver sendir mér. Ef ég er búin að fá frá 2-3 sama frasa þá veit ég, ok, þessi frasi er legit. Þetta er ekki bara einhver einnar fyndin eða eitthvað. Þannig að og ef ég svara einhverjum á Instagram þá ætla ég að nota frasan og ég fæ yfirleitt sama svari tilbaka. Þegar ég segi takk fyrir þetta, ég nota þetta næsta föstudag, þá fæ ég alltaf takk og pos. Já, old piece of shit. Takk, old piece of shit. Það er svarið sem ég fæ. Tilbaka. Ég er alltaf svo blöður alltaf clear favorite í þessu lið sko, það er ekkert eðla góður í þessu en þú ert naskur í þessu Já, geggjaður í þessu þið lokaðast þarna aðeins daginn herru, ég ætla að gefa smá trailer, þú fær ekki fullan trailer unga frændur eða hvað er málið? Já, ég það ekki allir, eða frængur
En ég er samt ekki að heyra þetta frá þeim. Ég meina, frænka mín kemur ekki heim og segir hvernig ertu og pós. Þessi jafn langur og flestir aðrir trailerveitna. Ég ætla aðeins að lakka í honum, en það komið að How do you do, fellow kids. How do you do, fellow kids? Þá þurfum við að setja lagið undir. Já, það tilbúið hérna. Það MOP. Því mér finnst ekki hrósa mér á mikið hvað hún góður og græn. Það aldrei vesen. Nei, auðvitað, ég ætla að gera það núna. Það allt annað að sjá það á tökkunum. Já, það varst algjört pós. Já, það varst algjört pós og núna ertu bara, hey guys, vil ég hægir eitthvað á Spotify? Ég get alveg hendi ykkur á Spotify og þetta. Nú þetta bara allt Gucci hérna. Já, þetta bara Gucci. Það bara staðan. Herðu, strákar, ef við ekki bara vinda okkur beint í þetta. Jó. Þá það fyrsta spurning í How do you do, fellow kids. Við erum búnir að vinna með pós. Já. Þið veitir hvað það er? Já. Það er piece of shit. Já. Við erum búinir að vinna með opos, old piece of shit, og opos sem er horny old piece of shit. Wow. Það er komið nýtt sem vist nota heldur mikið og það er bopos. Það er Auðun Blöndal. Ég langar ekki að segja þetta, er það bald old piece of shit? Það er hárið! Auðun Blöndal! Það er rétt hjá þér! Það er bald old piece of shit. Er ég bopos þá? Hann er eitthvað eðla snöggum með hendinu. Já, þetta var rosalegt. Teknikli ertu Bopos. Það Bryndís Ósk sem hendi þennan og hún sendi skilabóð með þessu að litla frænka hennar notaði opos á frændasunum daginn, kallaði basically afa sinna old piece of shit. Heilin á blöð er working at an incredible rate. Já, hann er rosalega. Þegar þú búið að setja setninguna, það tekur mig 67 sekundur að meðtaka setningu. Það er blöð löngum að setja hendinu. En málega það var þannig fyrst þegar við byrjuðum. Núna, þá eru þið báðið með puttar á púsum. Þú varst bara svo lengi hérna núna. Þú varst bara lengi. Egil, þú voru að gera það þér. Ég áskilji forgjöf. Ég segi mér setninguna 4 sekundum áður en blöð fara. Það verður mjög skrítið. Næsta spurning og fyrir mér finnst mér nú frekar auðveld, þannig að þetta er smá bara fyrstur upp með hendina er með þetta. Frasinn að beisa einhvern. Að beisa einhvern. Hei, hann er með stæla, ég ætla að beisa hann. Að beisa einhvern. Ok, akkur blöð ekki með hendun uppi. Það er ekki eins og hann taka hana punkt sko. Að beisa einhvern. Beisa. Ég fekk þetta svo. Þetta er hann Eiríkur með grunar. Ok, mér finnst það bara svo ógæslegt að segja þetta. Með grunar hans í ofbeldisniður. Já, mér finnst, er þetta að berja eitthvað í stöppu eða? Með einhverju eða? Já, með beisbólkilu. Það er nákvæmlega það. Ég ætla að vona að þetta sé ekki mikið notað. Já, sko, allavega er þetta mikið notað í þessu vinahópa að berja eitthvað með hafnaboltakilu. Já, það er ekki frasi fyrir það. Er það algengt? Já, ég held að þú þurfa aðeins að fara að ritskoða hvað þetta hendi í hérna. Ég er bara sendibóði. Ég er ekki að ritskoða það sem ég fæ sendið það. Það er basically. Það er 2-0. Það er 2-0. Þetta hérna er glænýr frasi. Nú þarf Gilsarinn a comeback. Já, you need a point. Og þessi frasi, strákar, hann er á minn kostnað. Ég ætla samt bara að henda honum út. Já, þú ert alltaf að koma eitthvað á mig. Nei, ég er bara sendibóði. Ég ætla að henda honum út og það ég fekk þetta frá 3 aðalum, þannig ég veit að þetta er ekki bara einhver einn vinahópur. Hvað þýðir ég trú ekki sem bara að segja þetta. Segðu það, piece of shit. Hvað þýðir að fara í verslunarmiðstöð og taka steindan á þetta? Það er Egill Einarsson sem á flötur upp. Gera niður sig í kringlunni. Nei, hann svaraði. Elta gælur í kringlunni. Pítur, hvað sagður þau fyrst? Að kyrða niður sig? Það er bara ekki rétt. Nei, sko, blöð á hann, sagði hlut og fekk að leiði þessi. Já, bara takt þetta tilbaka. Nei, ég var að drífa mig, ég var að drífa. Já, takt þetta bara tilbaka. Þetta er ógeðslega sem þú sagðir. Sko. Hvað ætlaði það að segja? Ég ætla að segja elta gælur í kringlunni. Það er hárið. Yes! Það er að reyna það er elta skástrík reyna við stelpur í kringlunni. Að taka steindan í kringlunni? Já. Það er ekki gott. Nei, það er hræðilegt. You're back in the game, bro. Það er 2-1. Það er basically það sem ég fekk frá úlingnum var bara, herru mamma, hann er að skuttla mér og strákunum í kringluna, við ætlum að taka steindan á þetta. Að reyna við stelpur í kringlunni. Bara hræðilegt. Herru, það er 2-1. 2 eftir. Já. Eru 2 eftir? Nei, þetta var 3. Já, það voru 2 eftir. Þá var það 4. spurning. Þessi gæti verið svolítið erfið. Hvað þýðir frasinn SOAB? S-O-A-B Son of a bitch. Helvítis mann, hann var sneggrið með hendina. Son of a bitch. Ég var sekund um að blöða.
Það var bara hár rétt hjá þér. Það er úrslita. Það var hálft sekundubrót. Býtu, þú sagðir fyrir keppnin þú getur unnið í dag. Herðu, ok. Hvað er staðan í þessu? Staðan upp núna, 2-2. Þetta spólmundur er 8,6 sko, ég aldrei verið betur nú. Spóli Hólm. Já, herðu, hvað með þetta? Son of a bitch, það er rétt hjá þér. Og þá er það 5. og síðasta spurningin. Þessi er rosaleg. Hún er mikið notu víst, því ég fekk hann á ángríns og nokkrum áttum. Hvað þýðir frasinn að negla í bergið, skástrik og fara svo að kúka? Negla í bergið, það er Auður Blöndal. Ég segi að segja að míga í klostið og svo kúka. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt hjá þér. Að þegju það bara núna, ekki segja neitt. Ég ætla bara að segja Að negla í bergið og fara svo á klósetti. Að negla í bergið. Negla í bergið. Ég veit Já, hætt að tala. Já, ég er bara að segja, það er svo margir úlingar sem er að tullast að ég veit þetta Hann er að fara að hægja sér. En hann negli bergið að náðan. Hann gerir það fyrst, já. Var hann að keri sér góðan burger og fara svo að hægja sér það? Egil. Rámt. Það er jættefni í dag. Það þýðir strákar. Hvað er þetta? Að negla í bergið því að taka í vöruna. Þú neglir í bergið. Já, við fann að heyra það frá nokkur núna. Þú náðu jættefni. En samt, punktur í dag. I'll take it. Þú virðir hann. Já, þetta er bara svo að vinna. Sko, þetta er svo verið Breiðablik, Barcelona. Það var punkt. Er þetta ekki svolítið gaman? Alltaf að rífast en allir samt vinir. Já, er það ekki svolítið FM 95 blöð? Það er bara þannig. Hlaðvarp FM 95 blöð. FM 95 blöð hér á FM 957. Og já, við vorum búin að lofa nýjum dagskrálið í dag. Ég veit ekki, hann er ekki þroskandi þessi. Það getur frekar hann annað í þessu þætti. Nei, þessi dagskráliður Hvað segir fólki hvað hann heitir snendi? Hann heitir í rauninni bara að sökja digg. Já, þetta er dagskráliðin á sökja digg. Og það er bara, sko, við ringjum sér út í bæ. Og einhver staðar sem er ekki heimsendingaþjónusta. Já, til dæmis það. Og við biðum eitthvað heimsend sem er ekki takt að senda heim. Já. Og bara please, að sökja þig sko. Þetta skýrir sér fyrir sig alltaf að sitja alveg byrja. Ég var að spá í svona hjólbaragstæði. Þau eru ekkert að senda dekk hei. Nei, þú getur ekki fengið senda. Já, gerum það. Þá getur þú hringt á okkar dekkjaðastæði. Hann segir nei og ég segi please, að sökja þig. Já, þetta er svolítið þinn liður. Ert þú tilbúin eða? Minn, er þetta ekki okkar liður? Nei. Þetta er ekki bara minn liður. Þú tekur full ábyrgð á þessu, menn ertu tilbúin? Ég er klár, en við erum bara saman í þessu. Ok, brúta hérna. Bíla þessu Suðursjó. Já, góðan daginn. Heyrðu, ekki eru þið með heimsendingar á dekkjum? Nei. Maður þarf að mæta. Já. Ég er með gamlan hérna í yngislunni Ford Escort. Ég ætla að aðtöða hvort það var þetta skuttla á mig bara dekkjum, þessum standard sko. Ég er raunin að bílaus fyrir utan hann sko, og hann er kyrsettur, hann ég kemst í raunin ekkert nema þá bara í strætó eða eitthvað sko. Okkur vantar náttúrulega að hafa felguna hérna á staðnum. Já, einmitt, já, þið geta ekkert, þið náðu ekki að sendast með dekk og felgur eða? Nei, já. Please maður, sökja dig sko. Ég á ekki felgur undir Escort sko. Ekki. En ekki það er mikið vesen að redda þeim, getur þú redda því eða? Já, please, að sökja dig sko. Ef þú getur redda felgu þá er það ekkert mikið mál sko. Nei, ég har að spáði hvort að þú veist, já, þið eigið ekki felgu núna og dekk, þú getur ekkert græja það bara með einu síndali. Please, maður, sökja dig sko. Því miður. Já, please maður, að sökja dig sko. Skelltur á. Já, ég gæti ekki feysa bara að fara að segja, hörru, þetta er ekki nýjum. Þetta er svo vond maður. Ég er ekki bara að taka þetta, þú tekur einn þetta er svolítið þinn liður. Hörru, býttu, þú ættir að leyfa honum að þú ættir að leyfa honum að hætta að hlæja og verða alvarlegur. Það er ekki hægt að kenna neinum að bara að feysa svona síndal hérna að vera á tökkunum sko. Okay, ég varð að skella hann sko. Ekki skella næst að því leiðu hann hættir að hlæja og hann segir, þú veist, hann hættir að hlæja og svona, hann er náttúrulega búin að fatta þetta í grína og svo segir hann, heyrðu, viltu ekki bara skoða þetta vinnur? Nei, please, I suck at it sko. Ok, viltu taka eitt enn eða viltu láta þetta næja? Nei, ég ætla að taka eitt enn. Ok, þetta er á Selfossi. Dekkjavest á Selfossi? Já, fórstekk. Fórstekk. Já, góðan daginn. Heyrðu, ekki eru þið með heimsendingar á dekkjum? Ég er ekki með, nei. Ekki? Ég er með bíletinn í skúr sem er fastur þar að því hann er dekkjalaus og ég er ekki með annan bíl til að skjótast.
Með þannig? Nei, ég er bara please, I suck your dick, sko. Ég er enginn bara sendibíl, sko, Já, en hvað, þú ert að segja mér að þau getur ekki, er þetta að senda þetta í taxa, eða? Ég borga taxan? Þá geti ég komið þetta við bara ekkert setna, sko. Og suck your dick, sko. Hvað er þetta heima? Er þetta í Selfossi, eða? Já, ég er nú bara einn á Selfossi, sko. I suck your dick, sko. Við erum að tala bara alveg, bara rockar og tótt, sko. Gerðu það, ég gleypa þau til hann. Sendu bara dekkin, please. Þú getur prófað að tala með Sólingu, sko. Það er það með pistof. Nei, þú skilur ekki, bara ég síga hann á þér og sendir þessi dekk, sko. Gerðu það, I suck your dick, sko. I suck your dick, sko. I suck your dick. Ég veit ekki með þetta dagskráli. Herru, þetta er geggjaðu dagskráli. Já, ég bara Það er svo fallegt við það. Það er ekkert pönslan. Það er ekki niðursta. Þetta er bara að suck your dick, sko. Að suck your dick, sko. Þetta var nýi dagskráliðurinn og Hann heitir bara að suck your dick, sko. Já, þetta er bara, heyrur hvað nýju liðirnar okkar heita maður. Jæja, herru, þetta var hressandi. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er Kaleo, Break My Baby hér í FM 95 Blö. Þeir gekkuðu mitt í hérna Poop 40 Part 2. Já, það passar. Ekki Part 1. Nei. En Kaleo mætti Part 2. Já. Og Rangó þegar ég var í The Penguin Suite. Klukkan er orðin 5:30, þetta er hljótt að líða maður. Ég saknaði The Penguin Suite. Já, maður frábær. Ég veit til að vera í kvöld í The Penguin Suite. Eitt að finnast að sín sérindra á æfiminni var þegar Sveppi var að leika hvernig Kim Kardashian hefði verið í The Penguin Suite. Þegar þú sagði hún og þau að vera þarna. Haldi, hún var Við þurfum ekki að fara neitt nánar Við getum ekki leikið það eftir. En Kim Kardashian var í The Penguin Suite. Þú þau gistu það? Það er rosalega. Þau gistu í The Penguin Suite. Ég var til að gisti í The Penguin Suite. Já, hún var rosalega flott. Blöð setti mér náttúrulega Ég setti ekki neitt. Nei. Ég bara kom ekki nálægt í hvað herbyggju var. En þú settir hann í þetta. Ég sett hann í The Penguin Suite af því ég vissi að hann var svo mikil penguin lover. En það komið að spurningakeppni Gilsarans og þetta var eitthvað viðbjóður eða ekki? Nei, þetta er hérna King of I'll do anything for sex. Já. Og hérna og þetta er bara konceptsíðið í dag. Og hérna þið kunnið reglafægi. Það er verið svolítið. Þú voru mikið trailerum undanfarið. Já, þetta búið svolítið mikið trailerum, þannig að því miður ferðan ekki. En ég get haft hann undir meðan þú ert. Já, það er frábært. Ok, ég skal gera það fyrir. Og ég ætla líka að minna á að það eru það er bílu traffík hérna fyrir utan og það eru fjölskyldur í mörgum bílum hann. Já, en helgin er 8,6. Já, sem er rosalegt. Það er allir frekar léttir. Ég held að fólk hafa leið svona þolmörkin eru hærri einhvern veginn. Já, ok, þannig að þá ertu búin að gefa það upp að þú ert að fara í viðbjóð. Nei. Reynda aðeins þá að ritgóða þetta samt. Já, sko, ég er með 10 spurningar. Já. Og gera eitthvað besta því að þetta er keppni sem þú vilt vinna. Nei, er það. Það hljómar ekki þannig allavega. Þetta er líka orðið svo skrítni titlar á sig hjá þér. Það er eitt að vera bara King of Best Friends en að vera King of I'll do anything for sex. Þetta er svo óþjált eitthvað. Blondell, ég er búin að vera með þessa keppni núna okkur einsta föstudegi í 6 ár sko. Ég þarf alltaf að finna nýtt koncept sko. Já, ég heyri það er að vera erfiðar og erfiðar. Það er vægast sagt krefjandi sko. Og spurningum er 1. Hefur grát beðið gellu samlíf? Nei, ég bara við erum að tala bara legit tár í augun. Já, þú veit bara þú veist úlingasteindi skilur eitthvað bara eitthvað úlingasteindi, það var nú bara ekki það mikið að gera með honum. Nei, þá kannski þurft hann að grát beðið það. Já, nei ekki heldur, ég sleppt því. Þú ert á Sauðárkróki ekki blöð sko? Já, ég gerir mig fulla grein fyrir því en fólk á Sauðárkróki er ekkert grenjandi að biðja kynlíf sko. En þeir eru samt emotional á Sauðárkróki? Já, aldrei leita því. Hefur þú notað línuna Sælastelpur, Öddi, Stöð 2 sem pick-up-línu? Er þetta bara á mig þá? Og síðan tekur Öddi og setur Steindi inn Sælastelpur, Steindi, Stöð 2. Þetta er aldrei Þetta virkar líka sko. Þetta virkar líka á Steindar. Já, þú sagði samt bara það er eins og ég hafi verið neyri bæ einhvern tíman, blind fullur. Hæ, herðu, stelpur, Öddi Já, Steindi á Stöð 2. Ég held ég ætti ekki vini ef ég er búin að segja þetta. Þetta er hræðilega lína. Ég veit ekki eins og hver munurinn er að geta bara segja þetta í staðan fyrir að segja eitthvað annað fyrirtæki. Bara Sælastelpur, Steindi. Það er til eitthvað fræg lína úr K.R. eitthvað. Þetta kemur þaðan hjá þér ekki. Sælastelpur Sigþór K.R. Þetta er mögulega ég hef ekki Sælastelpur Öddi á Stöð 2. Nei, það er ekki komið stig ennþá.
Nei, kannski sagði þú þetta síðustu helgi. Þú manst náttúrulega ekki síðustu 3 tímana stendi. Það þetta góða punktur. Þið þurfið En ég hef sagt það þarna. Þið þurfið punkt sko. Keiftur einhvern tímann skærrauðan Hyundai Coupe með því eina markmiði að fá munn á penisina þér? Nei. Það var ekki eina markmiðið mitt. Þessu er langaði kannski að fá einhvern með mér á rúndin, en það var ekki minn eini tilgangur með þessum bíl að fá munn á penisinn á mér. Þetta var ógeðsleg spurning. Þetta er agalegt auðvitað. Já, en þetta er nei. Blöð, og keifti Hyundai Coupe. Já. Og kerði hringið þar sem er einhver 300 metrar sko. Hring eftir hring eftir hring. Hvað varst það því? Bara að reyna að vera töff. Hvað varst það að vera töff? Segðu bara af hverju. Heyrður þú hvernig þú orðaðir þetta? Það er bara ekki satt. Jú, ok, ef að spurningi verði, keiftur einhvern maður rauðan Hyundai Coupe, ég vonum að reyna að heilla stelpunar. Það er það sem ég var að segja basically sko. Já, þú bara orðaðir þetta svo ógeðslega, ég gæti ekki sagt já. En jú, ég skal taka mig búin Punktur á Blondel 1-0. En þetta, veistu hvað, þetta var hræðileg spurning. Af því að þú orðaðir hana bara ekki rétt. Ég orðaði bara hlutin eins og þeir eru. Nei, vandaði bara hans orðalega. Ég ætla bara að vera með auðvitað í þessu. Þetta var bara ekki í lagi. Nei, það var ekki gott. Byrjar að vinna í fjölmjölum því þú veist að gælur elskar gæja í TV. Nei. Hvernig getur þetta orðið verra? Herru, þetta er orðið, er þetta ekki bara orðið officially ógíslasta keppnin hingað til? Jú, hvað er ógíslasta keppnin? Þegar maður fær alltaf við hverja spurningu núna og fær bara svona, æi, það er svo leiðilegt, þú ert ekki með eina eðlilega spurningu. Mikið af mönnum sem var að vinna í TV er bara þeir eru horny. Já, en veistu hvað, það er enginn sem ákveður að vinna í sjónvarpi, þú lendir bara í því. Nei, blöð ákveðar. Já, ég ákveðar reyndar. Næsti sem að vilja í mörgu árum. Já, ok, sko margir lenda líka bara í því. Lenda bara að byrja að vinna í sjónvarpi? Já, þú veist eins og ég. Þú varst sjálfur bara eins og rjúpari staur bara sketsa heima og gera sketsa og koma þér í fjölmiðla. Nei, það er ekki alveg þannig. Nei, þú varst bara pikkaður óvænt. Já, hættu svo ég var búin að gera sketsa í 10 ár áður en ég var pikkaður. Já, okkur varst að gera sketsa til að komast í sjónvarp og verða fjölmiðlamaður. Ég náttúrulega veit ekkert hvað ég var að gera. Ég var bara 15, 16, 17. En af hverju fór að vinna í TV? Var þetta kæst þá, ekki út af gælunum? Bara gaman. Út af að gaman. Já, Robert. Þetta er gaman. Nei, þú veist, já. Næsta spurning. Steindi, segðu bara, þú fórst að vinna í TV út af horfum á það. Ég sverða. Það er enginn á að gaggrina það, sko. Nei, en máli er að þegar ég var að fara að vinna í TV, þá var ég bara með konu, og sömu konu ég með í dag. Þú ert ekki með 1 punkt. Nei. Hvað er 1-0? Hefur þú sýnt, Gellu, stöðun á heimabankanum til að heilla hann upp á skónum? Nei. Eins og okkar besti maður gerði Ingo Veðurguði, Amal Ívar Guðmunds. Hann sýndir henni einhvern sterkur, hann sýndi þér þetta, ég held að það sé hann döðsjáði eftir hann. Ég hef aldrei séð flottara múf. Þið spurði ekki að hvernig ertu? Hvernig er ég? Býta þess? Síminu upp, lokka svo heimabankan, rétti með síman. Ég sé að þegar ég horfði á síman, ég held að ég bara heldur góður. Ok, nei, þetta er ekki búndur á mig. Þetta er rosalega lína, sant? Steindi, þú tekið þetta, þú varst náttúrulega næstlaunasti listamaður landsins. Nei, ég er nú eiginlega bara í gegnum tíðin aldrei haft verið með neina sexy tölu þar. Ok. Hefurðu flaskaði upp í Sundlaug? Herðu, byttu, nei, þetta var ekki. Nei, þú mátt ekki segja þetta. Við vorum búin að ræða. Já, þetta átti eiginlega Ég er ekki búin. Má ég klára koncepti? Já, þú lofa. Spurningin er ekki hálfnuð, Stóni. Má ég klára? Já. Hefurðu flaskaði upp í Sundlaug því þú veist að gælur elskar gæja sem hafa efni á flöskuborðum? Ói, það var bæta við viðbjöðu þetta bak við líka. Það var ekki nógu slæmt bara fyrir helmingur á spurningunni. Var hann ekki nógu slæmur? En okkur varst að flaskaði upp að í lauginni? Ef þú vilt að ég veri completely honest, þá var það líklega því að þú baðst mjög. Það er sko, þetta er punktur það ekki. Nei, þetta er ekki punktur. Á mig? Báður að förstu það nálsum tíma. Þú veist, þú voru áttað á því að við bara ég er búin að segja þetta, við vorum að leiða út í Garð að við vorum á þessu hóteli í Vegas og það var bara, þið megið ekki fara út í Garð. Akkur, að það loka partí. Ok, og við ætlum í Sólborg, hvað þurfum að gera til að komast þetta partí? Það eru að köpa flösku? Já, við köpa þessu flösku. Þetta var bara hannig. Já, þetta var ekkert meira. Nei, það var ekkert meira á baku en það. Hefur þú notað? Er mikið eftir þessu drasli? Já, það er 3 spurningar. Nei, sko, 4 úp. Hefur þú notað your hard-earned money og greitt fyrir mjög? Hvað sagði þið? Steindi, nei, ég hættu þessu. Have you used your hard-earned money? Já, og greitt fyrir mjög. Nei, það er ógeðslegt. Herru, þú veist að það er punkt núna. Þú veist að það er fullt af fólk að keyra hérna. Þetta er bara spurningakeppni. Segðu Já, nei. Ok.
Ertu það graður og sóttir einu svona vinnu sem baðvörður? Ó, þetta er ósvað þreytt. Ég aldrei. Það er bara, það er 1-1 núna. Punktur á því núna? Nei, ekki mig, en það er að steinda. Hvað er úrslitaspurningin? Ef þú var punktuna, þá er 1-1. Ég ætla að fá að segja eitt. Þegar þú sagði spurninguna, bara þegar þú varst að berna fram, ég fann bara, ég varði allir bara svona dofin, ég var bara svona þetta er eiginlega komið, þú þarft að fara að taka nokkru þarna út enn eina ferðina. Hvað þarf ég að taka út ára? Að ég hafi verið svo graður ef ég sóttu vinnu sem baðvörður. Það er bara, svo agalegt. Ok, byrja þess. Úrslitaspurning. Ok, bara spyrja, sóttur vinnu sem baðvörður? Nei, já, jú, en ég var ekki veistu hvað? Það er 1-1. Þetta er satt öruglega minn sexy job. Sóttur vinnu sem baðvörður? Þetta er minn sexy job. Akkur sóttur ekki bara á laginu? Því að ég var bara í tómi tjóni maður að gera eitthvað maður. Ég var bara að fá laun. Það var ekkert ástæðalaus að þú vildi komast í sundlaugina sko. Steindi, you're back in the game, það er 1-1. Þú þurftur þess að halda. Úrslitaspurning. Hefur verið það graður? Akkur, Nei, því að maður spyrja hennu. Tengist þetta verslunum í spyrja? Það sé þetta. Steindi var að vinna það. Nei, tengist þetta verslunum í spyrja? Ég verð ekki bara Ná, ok. Ég byrju, hún ekki hugmyndu hvað Nei, ég er bara að spyrja. Hefur verið það graður? Og þú er allt stelp út um alla kringlu? Já, akkurat. Þessu var góð hjá þig. Ég átti bara ekki Hvað er Steindi king á? Hvað er Steindi king á? Steindi, þú varst að vinna, you're king of I'll do anything for sex. Frábært, takk fyrir það. Til lögum þetta Steindi, þetta er ekki titill sem ég langaði í. En maður verður ekki bara fyrir sína. Steindi, við óskum til hamingju. Þér er það nýjasta frá herran Nýttismjör. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Mikið rétt að Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 Blö. Og já, við erum ennþá eftir að fara í dagskaliðin mundur fyrir cash. Er ekki verið að koma á honum? Það er hár rétt og ég er með hann í dag. Já, Steinþórum hann. Herru, ég nefnilega, sko, ég er með 8 spurningar. Það er mega bara 5. 3. Djúvillar á 3 segir. Þetta með 8. Já, ætlar að velja 3 af 8. En ég ætla ekki að tuði þegar þú komið með allar 8. Nei, það er Ég skal málu tempóið að svara. Það er bara 10 mínútur eftir að þættunum. Ég ég er bara vel eitthvað sem ég finnst skemmtilegt. Ok. Ætla hendi í trailer eða bara vinda okkur í það? Já, vindum okkur í það. Bara vinda okkur beint í það? Ég verði til trailer. Þetta er einn rosalegsti trailer alltaf tíma sko. Þeir eru bara svo langt. Hann er alltaf stuttur. Hann er ekki með 40 sekundur. Ég man ekki. Hvað er hann ákveð? Það er hann. Það er ennþá 1,5 eftir á honum. Skulum bara byrja þetta. Já. Herðu, ég með nokkrar. Já, ok. Og ég vil ekki bara vinda okkur í fyrstu spurningu. Mér datt þess í hug því að ég var að horfa á sjónvarpi núna daginn og það verða að endur sína 40-year-old virgin myndina. Já. Og nú eru þið báðir Steve Carell. Þessu geggjaður er Steve Carell í Office Mars. Já, hann er eiginlega bara alltaf geggjaður í Office Mars. Og nú eru þið báðir fertugir. Rétt. Og ég ætla bara að spyrja ykkur, væru þið til í fyrir 200 milljónir að vera ennþá hreinir sveinar? Basically að spyrja hvort ég myndi taka mig tetta fyrir 200 milljónir. Nei takk. Já, sko, já. Það er að kipa tetta af blöðunum? Nei, sko, þú veist, ok, gefum okkur þá bara tetti fæðist, skilur á næsta ári. Ok, þú fær tetta aðeins setna. En blöðu geta hrist sig í glas, fengi tetta á þess að stunda samlíf. Það er þetta, þrjusu punktur. Já, þú átt tetta. Já, þú átt tetta. Aldrei farið á bak. En þú er aldrei, skilur. Já, þetta er svo steikt, sko. Nei, þú er aldrei set your penis inside of a vagina. Já, hann keipti bíl með eina tilgangi að... Nei, það gerir ekki. Jú, hjartbílum. Þetta er nei hjá mér. Þetta nei? Já. Að því að maður pælar hans í þessu, þú veist, 200 milljónir, jú, þetta er að life changing amount. En það fer ekki fyrir ykkur sem fyrir the average man. Það er eitthvað geðvökur. En það er, þú veist, en það er skilur jú, það er gaman að prófa að stunda kynlíf. Já, veist, þetta er bara allt sem að, nei, mér finnst þetta bara, þetta er mjög grillu spurning og ég ætla bara eiginlega komir í næstunni að segja nei. Af hverju er þetta svo grilla? Ég er bara að segja, þú veist. Ok, náttúrulega ef ég hef aldrei prófað þá er ég ekki að missa hann inn. Eru hreisningarinn í þessu? Já, þeim með það alveg. En ég er að segja, þú veist, þetta myndi fjallan það, hann var fertugur. Það eina sem blöð gera Hreinn Sveinn, akkur er þið svona skrítið með þessa spurningu? Eðlileg spurning. Ég sko máli er að bara, þessi punkturnar blöð er að, það er ólíklegt að hann hafi búin að finna sér maka fyrir fertugt ef þetta hefur verið dæmið. Já. Er það ekki?
Við verðum alltaf að vera saman í 3 ár og ég hef aldrei stund að kynni. En á móti kemur að eftir ferdu þegar hann kannski bara fundið ykkur á sko, þetta 200M. Þetta hellingspenningur. Ég ætla að vera saman að blöða mót skópla þessu. Burtu með það. Þið ætla að skópla þessu? Já, hvað með ykkur almennilega núna? Okay, það pressaður. Já, ég meina þetta sem hún hljóma kannski svolítið barnalega en þið verða að setja ykkur inn í aðstæðastrákar. Það er að svolítið með þetta. Það er Þorláksmessa stöppuð kringla. Erst þú á vappiðan einhvers staðar? Nei, þegiðu því. Þið fáið í magan og þið lendið í frussuræpu. Þið fáið þannig kveisu að þið getið ekkert í henni gert. Þannig að útskýra þessu Nei, það þarf ekkert að útskýra það, þú veist bara hvað gerist. Það fer allt meður. Sem Dóri D. Neðalandi reglulega. Það er samt að hann hefur ekki rendi reglulega, hann hefur lendið í eftir 20, já. Og þetta er, hann hefur þurft að taka þetta bara í ruslatunnu, sko. Herru, en hérna þið lendið bara í að fá bara mestu maður kveisu sem hægt er og þið náið ekki gera neitt í því. Þetta er salir út allt í kringlunni. Já, þið náið ekki að hlaupa. Nei, þetta er bara aðlægt og þeir eru ekkert eitthvað, þetta er ekki ykkur gamamynd að segja gerðið niður ykkur og kúkið bara í ykkur gósbrunn. Það er bara kúkið á okkur og það fólk sér það og það sjá ykkur. Hvernig sér fólk og kúkar í því? Þú ert bara allir út í þessu. Í hvítum þröngum buxum. Já, við getum gefið okkur það. Myndu við lendi þessu á Þorláksmessu fyrir 10 milljónir? Nei. Býta eins, þetta eru 10 milljónir. Sko. Já, svona, er einhver með síma eða var ekki símar, þá myndi ég taka þetta á mig. Það er eina sem góð punktur úr blöð, sko. Ég nenni ekki að hafa bara öllum samfélagsmiðlum að ég sé að hlaupa kringlunum búin að skýta í mig og ekki fyrir 10 milljónir. Ef það var engin símar að inni, þá myndi ég taka þetta á mig. En það sem ég hugsaði samt að það fólki sem sér mig, mér er alveg saman það, ég bara vil ekki að fara lengra. En það sem ég veit samt alveg að fólk veit alveg að þú ert ekkert í þessu alltaf. Nei, ég bara vil ekki að þetta sé til einhvers staðar. Þess vegna segi ég nei. Þetta geti farið viral, sko, blöð búin að skýta í sig. Þú líka, þetta er spurning á okkur báða. En þetta er samt óhefni, það getur hvað sem er lendi í þessu. Já, ég nenni ekki að það er að segja í 10 sem, það er bara nei. Þetta er 10M. Ef þú tekur síman af öllum, þá segir ég já. Sko, þetta er fyrir símalaus, frussuræpa á Þorláksmessu, já. Já, fyrir 10 milljónir. Já, það er vel gert, já. En ef ég og blöðurum báðum mjög fljótir að hlaupa. Við getum hlaupið incredible rate og það eina sem ég er veltað fyrir mér, ef við hægjum okkur og við tökum sprett í næsta klósett, fólk þarf að vera helviti snögt upp með síma. En hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að lappa fram á klóstinu svo? Síðan bara hægjur þeir og komið 10 á reikningin. Nei, myndi maður ekki hringja í vin og segja bara, þú voru að koma bara með joggingbuxur núna. Já, þú veist, ef það er 10M, þú getur hringt í hvert sem er, sko, segja bara, við varum 200 skall að koma með buxur og klóst í kringlunum og yes. Þetta er samt trikki, maður leiði samanlega blöð og vilt ekki I'll take it. Ég held að sé það snöggur. Ég held að það ná enginn ef það fljótur upp með síman. Ég næja frá alltaf klósett. Já, hleypur svo rætt. Ég er mjög snöggur, sko. Þú getur meira sér að hlaupinu í næstu búð og sagt bara, heyrðu, ég þarf að komast á bak í inn í lagerinn. Hvað er síðast það? Þráinn Hafsteins, frjálsjóttuþjálfari, mældi mig 11,2 á 100 metra hlaupi með beygju. Það er gott. Já, það er mjög gott, já. Þú var hann að mælaði með það. Fyrir hvítan skýrhaus, það er mjög gott. Það er fárlega gott. Herru, þá er næsta, það er þriðja og síðasta ef þið þyrftu fyrir 200 milljónir næstu 10 árin þyrftu alltaf að sofa í sama rúmi og pappi ykkar. Þannig að basically þegar þú ert heima hjá þér og Egill, þið segið þið kissið konuna góða nótt, krakkana góða nótt og svo þurfið þið annarkvort að fara eða pappi ykkar þarf að koma og þið þurfum að sofa í sama rúmi. Þannig að rúmi getur bara verið í öðru herbyggi. Já, getur verið hvað sem er. Þú þið getur farið, þetta er bara basically, þetta er vesen. Þetta er alvöru vesen. Í 10 ár? 10 ár. Fyrir 200 milljónir. Þetta er bara nóttin, þú veist, þetta er ekki ykkur viðbjóð. Nei, þetta er svo langur tími. Þetta er ekki viðbjóð. Þetta er álveru Ég er ekki að gera þetta í 10 ár. Dýllina kúkís í kringlunni og var miklu betur. Fannst þið það? Fyrir 10 Þetta er steindi, ég getur að taka kassið að þér. Þetta er vesen. Fannst þið það lélegar? Já, þetta var svo létt að svara. Segjum að gamli kallinu upp í bústað og ég er í vinnunni, segjum þessi mánudagur og ég er að fara að, þú veist, mæti við vinnu snemma og það keir allavega upp í Grímsnes þegar leggja mig með gamla kallinum og vatna sig klukkan 4 nóttun og keira áttur í vinnunum. Eða taka með þér. En þú átt samt, þú ert með samt með 200 milljónir bara til að leika með. Já. Megar ekki sens. En betur, ég var samt með, Þetta með fleiri? Nei, ég er að segja, ég var með svo marga, ég myndi að hafa 2 titlinga fyrir 100 milljónir. Myndir þú að kalla Rauti skítur for the rest of your life fyrir 300 milljónir? Það er þetta geggjað. Ég er með fullt þetta, mættu við bara hlusta á eitt lag
dag út ævina fyrir 300 milljónir? Já, hvað varst að velja valdi slöpustu spurningar þar? Það? En já, það alltaf komið að lokum. Værið til að vera með helmingi minna höfuð fyrir 200 milljónir? Svo spurningi gegn. Það komið að lokum hér í FN95 blöð. Við verðum mættir aftur næsta fösta fullu bátur eða ekki, það allir á landinu. Jú, það getur farið neitt. Við getum ekki farið neitt. Við erum ekki farið neitt fyrir fyrsta lagi áramótin. En það spáð góðri helgi því að sumir voru 8,6. 8,6. Það rosalegt. Valega kæru Íslendingar. Helgi byrjaði þannig að dagurinn og ég fytumældi Rikka í morgun og hann fór úr 20% frá 8. maí í 32,5% 14. ágúst. Það rosalegt. Og 11 kíló frá 85 í 96 á innan við 3 mánuð. Ég er ekki alveg að skilja þetta með hana, þegar mér alltaf bara síðustu, ég er búin að þekka hann alltaf í einhverju keppnum að græna sig. Nei, ég er búin að þekka Rikka, ég veit ekki hvers, bara í mörg ár, hann er alltaf að reyna að græna sig, hann er alltaf jafn feitur. En núna þetta þetta var record, hann er oft fitna hratt, en þetta er met og nú var hann að fara að setja bara, nú var hann með alibringur í æð og æfið 3 á dag, en þú veit, við veitum hvernig Rikki er. Hvernig getur einhver verið 30% fita sem æfið 3 á dag eða eitthvað? Hann er bara búin að vera að gólfa í sumar og hann er ekkert búin að ræfa. Hvað myndur þú halda að ég væri? Af því ég hef aldrei eftir á æfið. Þú ert minna. Ég minn en hann og ég hef aldrei eftir á æfið. Ég þarf að láta Rikka heyra það. Þú ert líka búin að taka til í mataræðinu. Ég man eins og nefnir í stendunum okkar sá að þú varst að spotta fermetrin í bekknum eða eitthvað, þá varst búin að geta helviti vel. Ég meina farið bara á Stöð 2 marathon og horfið á Evrópska drauminn, þá sjáum við allt öðru þessi stenda. En vitið hvað strákar? Hvernig að mataræði þá? Ná, ég segi ykkur núna, ég er samt í alveg neitt búin að taka með þess á. Eftir kvöldmat þá éti ég ekki neitt. Ég er hættur að læðast í eitthvað mönns. Varst ekki að segja á hann og verið með hausina og rofin í skálina að geta ostapopp fyrir að spila tölvuleik? Jú, en það er, þú veist, á lögutum. Það er á lögutum. En máli er að, þú sko, Rikki er með sko, þegar komið kvöld, þá fyrst byrjar hann í þetta, sko. Þannig að það er munurinn á ykkur tveim. Basically, allavega þetta. Herðu, til að ræða þetta bara hérna fyrir utan, það er komið að lokum hér í FN95 blöð. Við skuldum auglýsingar hérna í lokinu og við verðum mættir hér aftur næsta föstudag. Takk fyrir hlustunina. Hlaðvarp FM 95 blöð.